Í bakkahyrnu ofan Hnífsdals hvílir myndarlegur steinn sem nefnist hádegissteinn. Þótt steinninn telist mikil prýði þá fylgir honum einnig töluverð hætta þar sem hann vegur 50 til 60 tonn og stendur laust ofan á gömlu bergi í 45 gráðu halla yfir bænum. Við mælingar hefur komið í ljós að steinninn hefur færst lítillega á stað með tímanum og því hætta á að einn daginn myndi eitthvað gefa sig sem yrði til þess að steinninn myndi gera sér ferð niður í byggðina með tilheyrandi látum. Því var aðeins tvennt í stöðinni, annarkvort að fjarlægja steininn eða festa hann niður. Við ákváðum að fara að skoða þetta fyrir bæjarfélagið af því að við erum að hanna snjóflóðavarnargarða þarna og niðurstaðan okkar var svo að það væri best að fjarlægja steinin. Svo hann færi nú ekki þarna niður í byggðina og jafnvel þá myndi skemma stóðvirki sem koma þarna seinna meir. En síðan var ákveðið að halda í steinina því að það er einhverjum sem þykir þessi steinn mjög kær. Jú, hann gengur undir nafninu hádegissteinn af Hnífsdalingum og bæjarstjórnin vildi halda steininum og þá var farið að hanna festingar fyrir hann og í síðustu viku var lokið við að steypa festi tá við steinin til að halda honum föstum upp í hlíð. Þetta er nú mörgu leyti mjög óvanaleg framkvæmd. Já, hún er það. Hún er mjög óvanaleg og ég veit svo sem ekki önnur svona mannvirki upp í fjalli á Íslandi. Þannig að ég held að þetta sé nú bara eini steinninn. En hvernig hefur gengið að finna lausnir af því að þetta er nú eins og segir óvanaleg framkvæmd? Já, Verkfræðistofan Verki sé með mjög hæfa starfsmenn á sínu sviði og þau leitu ráðgjafa til verkfræðistofu í Sviss og niðurstaðan var svo að steypa tá og bora festur niður í bergið til þess að halda við steinin og auka í raun og veru þyngdina þannig að hann ætti erfiðar með að hreyfast. Þannig að með þessari framkvæmd þá er búið að tryggja það að þessi steinn er ekki að fara niður í byggðina? Já, það var búið að gera það. En hvernig með aðstæður að komast að þessu og aðgengi til þess að framkvæma og steypa? Já. Það er mjög erfitt. Eins og ég sagði, þá var hlíðin 45 gráðu brött. Það er mjög erfitt að koma nokkur þarna upp nema bara með þyrlu. Og svo hafa starfsmenn sem hafa unnið við þetta bara gengið upp á hverjum degi. En þú ert sjálfur úr Hnífsdal þannig að þú þekkir það nú að ganga þarna upp að þessum steini? Já, ég geng þarna hverju ári, minnst að kosti einu sinni. Og ég hef nú svona verið að fylgjast með honum og kíkja undir af því að hann er nú þarna hluta til í lausu lofti, stendur svona fram af berginu, þannig að ég hef nú svona haft áhyggjur af þessu í mörg ár, þannig að ég er ánægður að þetta sé nú komið í höfn. En þetta er alveg ganga sem er þá vert að fara fyrir þá sem eru að horfa núna? Algjörlega, mæli með þessu.